Við erum komin í kirkjun í dag til að kveðja og til að minnast Guðbjargar Stefaníu Andrésdóttur, sýna fjölskyldu hennar samhug og finna styrk og huggun í samverunni. Við hefjum stundina á því að helga okkur Guði í signingunni og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Biðjum, almátti og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og treysta nála þinn og kærleika. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Amen. Davíðssálmum standa þessi orð. Úr djúpinu ákalla ég þig, Drottinn. Drottinn, heyrð þú raust mína. Lát eyru þín hlusta á grátbeiðni mína. Ef þú, Drottinn, gæfi gætur að misgjörðum, Drottinn, hver fengi þá staðist? En hjá þér fyrirgefning svo að menn óttist þig. Ég vona á Drottinn, sál mín vonar, og hans orðs bíð ég. Því að hjá Drottni miskunn og hjá honum gnægð lausnar. Amen.
Svo ritar postulinn: Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, Faðir miskunnsemdanna og Guð allrar huggunar, sem huggar oss í sérhverri þrenging vorri, svo vér getum huggað alla aðra í þrengingu þeirra, með þeirri huggun sem vér höfum sjálfir af Guði hlotið. Þegar eins og þjáningar Krists koma í ríkum mæli yfir oss, þannig hljótum vér og huggun í ríkum mæli fyrir Krist. Amen. Við skulum rísa úr sætum og heyra heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Marta segir við Jesú: Herra, ef þú hefði verið hér væri bróðir minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann um. Og Jesú segir við hana: Bróðir þinn mun upprísa. Og Marta segir: Ég veit að hann rís upp í upprísun á efsta degi. Og Jesús mælti: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Amen.
Allt við linn ljúft að geyma, láta sig í vöku dreyma, sólskinsdögum síst má gleyma, segðu engum manni hitt, vorið kemur heimur hlýnar, hjartað mitt. Náð sé með okkur öllum og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Í dag liggur leið okkar í Borgarneskirkju til hinstu kveðjustundar Guðbjargar Stefaníu Andrésdóttur. Við erum hér til að minnast hennar, færa henni okkar hinstu jarðnesku kveðju og þó fyrst og fremst einlæga þökk fyrir allt sem hún var ykkur öllum, allt sem hún gaf. Lífinu hefur oft verið líkt við bátsferð yfir hafið, frá strönd til strandar. Við lærum ýmislegt á lífsleiðinni, vinnum þetta eða hitt, verðum ástfangin og finnum okkur flest lífsförunaut. Sumir eignast börn og jafnvel barnabörn. Öll eru við eins og ein stór fjölskylda. En svo lýkur þessu öllu allt í einu, því lífið er leyndardómur og ævintýri sem er nýtt á hverjum degi. Straumarnir bera bátinn, vindur gefur byr og leiðir, en vond veður setja allt úr skorðum. Við þekkjum líka góða daga, með lygnari sjó og góðan meðbyr, þegar okkur miðar vel og allt gengur okkur í hag í lífinu. Þá líkar okkur lífið og dásumum fegur þess, og hvað við erum heppin og hamingjusum. Við Íslendingar þekkjum hvernig það er að lifa í landi vályndra veðra. Textinn úr Davíðssálmum sem ég las úr hér áðan, tala til okkar í dag, er ákall vernd og skjól. Úr djúpinu ákalla ég þig drottin, drottin heyr þú raust mína. Lát eyru þín heyra grátbeiðni mína. Í djúpinu verður til þráin eftir lífinu, sem í sálminum er tjáð eins og þrá sálarinnar eftir Guði. Guði sem er líf í dauða, ljós í myrkri, vatn hinum þystu, matur hinum svöngu og klæði hinum köldu. Guð sem reisir við og huggar. Það er gömul kristin hugsun að við séum á ferð í stóru skipi og það sé Jesús sem stýrir skipin í gegnum brim og boða. Lífið er óvissuför, en við erum hvött til að ýta úr vör og leggja í lífsins djúp, í þeirri fullvissu að yfir okkur sé vakað. Í sálmi Valdimars Brím, sálmi númer 357, standa þessi orð. Stýr mínu fari heilu heim í höfn á friðarlandi, þar mig í þinni gæslu geim og Guð minn allsvaldandi. Þetta er falleg bæn. Og við byggjum að bænin megi fylgja Guðbjörgu Stefaníu Andrésdóttur, þar sem hún leggur á djúpið, yfir hafið, yfir á strönd eilífðarinnar. Guðbjörg Stefaníu Andrésdóttir, eða Lilla, eins og hún var ávallt kölluð,
Hún lést á Brákarhlíð í Borgarnesi 2. september síðastliðinn. Við þökkum góðum Guði fyrir líf hennar, leið og við komum saman til að kveðja og heiðra minningu hennar, minningu sem mun fylgja ykkur ástunum ókomna tíð. Guðbjörg Stefánia Andrésdóttir fæddist á Saurum í Hraunhreppi þann 24. janúar 1941. Foreldrar hennar voru Andrés Guðmundsson og Lilja Finnsdóttir, bændur á Saurum. Guðbjörg var 9 barna þeirra sem komust á legg, en 1931 mistu þau dreng sem var andvana fæddur. Elstur þeirra systkina var Guðmundur Ragnar, fæddur 1926 og með ársmillibili bættist í hópinn Hervald, Óskar, Unnur, Guðrún og Þorsteinn Arnars. Öll eru þau látin. Yngri systkini Lillu eru Ragnhildur og Bragi en 6 ára aldursmunur á milli þeirra systra. Þau Ragnhildur og Bragi kveðja systur sína í dag. Lilla ólst upp á Saurum hjá foreldrum sínum í stórum systkinahópi. Sauraheimili var gott heimili og glatt. Það var ríkt af efnum en því auðugra af góðvild og kærleika og börnin fengu gott atlæti. Lærðu snemma að taka til hendinni og líta til með yngri systkinunum. Þar var gestkvæmt og öllum fagnað og vel gert. Lilla bjó í foreldrahúsum og gekk í barnaskóla á Varmalandi en flutti að Sveinsstöðum haustið 1959, þá heitbundin. Hún hafði kynnst ungum og fríðum sveitadreng, Jóni Helga Einarsinni, honu Jonna, og felldu þau hugi saman. Jonni var á þessum tíma að taka við búi foreldra sinna, Einars Ágústar Jónssonar og Þórdísar Sigurðardóttur, sem verið höfðu bændur á Sveinsstöðum nokkura ára skeið. Í október 1960 gengu þau Lilla og Jonni hjónaband og 4 árum síðar fluttu þau í Borgarnes 1964. Lengst af bjuggu þau á Þórólfsgötu 10 og þaðan eiga margir vinir og ættingjar góðar minningar. Fyrst eftir að Lilla kom í Borgarnes vann hún í stuttan tíma hjá Virneti eða í naglaverksmiðjunni. Hún var heimavinnandi tíma en hóf svo störf hjá Kaupfélagi Borgfirðinga. Fyrst í kjötbúðinni og síðar kjörbúðinni. Starfsferil sinn endaði hún hjá Samkaupum árið 2006, þá 65 ára. Þau hjón voru afar samrýmd og samstiga í öllu því sem þau tóku sér fyrir hendur, elsk og góð öðrum, vinamörg og vel látin, afar rausnarleg á tíma sinn og orku fyrir aðra. Þau Lilla og Jonni voru barnlaus og það mótaði hana að finna fyrir sársaukanu sem því fylgdi, að hafa farið á mis við móðurhlutverkið. Þannig glímdi hún við sterk veðrabrigði í sálunni og þar gátu sviftivindar lífsins orðið sterkir. Lilla var mikil barnagæla og þau hjón bæði, en Lilla leit gjarnan á börn systkina sinna sem sín eigin. Hún var umhyggjusöm og góð kona, hún Lilla. Hún vildi allt fyrir alla gera og systkinabörn hennar minnast hennar fyrir hjálpsemi hennar. Heimili stóð alltaf opið fyrir fólki ef vantaði húsnæði fyrir veislur. Þá var hún boðin og búin og mörg systkinabarna hennar höfðu búið hjá þeim hjónum gegnum tíðina og það reyndist þeim öllum dýrmætt að njóta velgjörða hennar og umhyggju. Þau áttu hana öll. Lilla var mjög myndarleg húsmóðir, ekki mikið gefin fyrir hannyrðir, en rómuð fyrir matseld og bakstur. Hveitikökurnar voru hennar aðalsmerki, dýrðarinnar brauð sem hún steikti á pönnu og bakaði fyrir ættingja. Ef einhvern langaði eða vantaði, hvort sem voru skírnaveislur eða veiðiferðir. Það var fastur liður hjá fjölskyldunni eða þjóðhátíðardeginu 17. júní hjá Lillu og Jonna. Þeim tókst alltaf að fylla daginn helgi og hátíðleika. Skemmtun í Skallagrímsgarði með Jonna og meðan Lilla kepptist við að undirbúa kaffi og mat
fyrir gestina. Auk þess var alltaf veisla á jóladag þar sem gestum var veitt höfðinglega. Því hjónin ferðuðust mikið á sumrin og vildu helst hafa gott fólk með sér. Útilegur inn í Þórsmörk í tjaldvagnum með Röggu og Bóa eða hringin landið og oft úr yngstu börni með. Og það má sjá svo ljóslifandi hana Lillu fyrir sér þar sem hún bograði yfir prímus á 4 fótum við matseldina. Í 58 ár gengu þau Guðbjörg og Jón Helgi eða Lilla og Jonni saman sem einn maður. Það var þeirra gæfa. Fyrir 15 árum fór að bera á heilabilun hjá Lillu sem ættingjar urðu ekki mikið vari við þar sem Jonni skildi konu sinni í veikindunum með því að vera ávallt í svara ef á þurfti. Jonni var traustur og rólyndum maður og hugsaði vel konu sína og það var henni mikið áfall þegar hann lést fyrir 3 árum, 27. ágúst 2017. Ári síðar flutti Lilla í Brákarhlíð þar sem hún dvaldi til dánadags. Síðustu ár hefur Lilla smátt og smátt verið að fjarlægjast, inn í tómið, inn í djúpið. Það einkennir þennan erfiða sjúkdóm, heilabilun, og reyndist ástvinum afar erfitt oft á tíðum, en hún átti góða daga. Hún átti góðan dag með frænku sínum daginn áður en hún lést. Og þær náðu að spjalla saman. Og það er gott að eiga það í hjarta sínu. En Lilla lést síðan á Brákarhlíð í Borgarnesi 2. september síðastliðinn. Það eru margir sem minnast hennar með hlýju í dag og ég var beðin fyrir kveðjur frá Braga Mikaelsin og fjölskyldu, frá Erlu og Nonna í Noregi og Erla Ragnarsdóttir frænka Lillu, hún biður fyrir góða kveðjur sem og Björk Ben Ölvisdóttir biður fyrir góða kveðjur til ykkar ástvinnanna í dag. Kæru vinir, sorgin er gjaldið sem við greiðum fyrir að elska aðra. Við horfum út á vit hafsins því okkar mannlega sjón sér ekki lengra. Við sjáum ströndina því að hún er lífið okkar. En hvað skyldi vera hinum megin? Þarna bak við hafið er landið okkar. Þar er strönd eilífðarinnar. Trú mín og leið hinn kristna sannfæring er að það sé þarna fyrir handan veröld sem við ekki sjáum. Mannlíf sem taki fram þessu hér. Kærleikur sem er stærri en allt það góða sem við höfum þekkt. Engin sorg. Landið handan fjarskans er eilífðarlandið í ríki Guðs, þangað liggur för ástvinnar, en við dveljum á ströndinni enn sinn, uns við förum sjálf í ferðina miklu. Og lífið heldur áfram og leið og við kveðjum þökkum við góðum Guði fyrir líf og störf Guðbjargar Stefaníu Andrésdóttur hennar Lillu og biðjum hann að blessa minningu hennar. Guð geymi ykkur ástvinni hennar og leiði ykkur öllum lífsins veg í trú, von og kærleika. Í Jesú nafni. Amen. Við segjum að lokum, Guðbjörg Stefaníu Andrésdóttir, far þú í friði, friður Guðs til blessi, hafðu þökk fyrir allt og allt. Amen. Sin
vængja vítir vorsins yl og sólar ljós. Ég held ég skyn í hug þín allan, hjartasláttinn rósin mín kristans tærir daggar dropar drjúpa mitt á blöðin þín. Æsku þinnar leiðir lágu lengi vel þennan stað. Krjúpa niður, kissa blómið, hversu dýrlegt fannst mér það. Finna hjá þér ást og unað, yndislega rósin mín. Eitt það sem aldrei gleymist, aldrei það minning þín. Finna hjá þér ást og unað, yndislega rósin mín. Eitt það sem aldrei gleymist, aldrei það minning þín. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Og lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdarlýð þínum, Ísrael. Og við biðjum þig, lífandi drottinn, vertu okkur nálægur á hverri stundu hverfullar ævi og helga jarðlífssporin svo að viðstudd náð þinni hljótum þá arfleið sem þú hefur kallað okkur til. Blessa okkur öll í líf og dauða, blessa þú minningarnar sem þessi stund er helguð og látar bera þig vitni okkur til blessunar alla daga. Við þekkum þér fyrir að þú gafst okkur Guðbjörgu Stefaníu Andrésdóttur. Við felum þér hana og framtíð okkar allra. Veit henni þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Amen. Og alla bænir okkar felum við í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt okkur og við biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Hey!
snöggu augabragði að skorið verður fljótt. Lit og blöð niður læði, lífvænlegt endaskjól. Ég veit minn ljúfur lífið, lausnarinn himnum á. Hann ræður öllu yfir, einn heitir Jesús sá. Sigrarinn dauðan sanni, sjálfur á krossi dó. Og mér svo aumum manni, eilíft líf víst til ljós. Lofaður sé Guð og Faðir drottins fórs Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur fætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Sá þeir dauðlegu, upprís ódauðlegt. Sá þeir í veikleika, upprís í styrkleika. Sá þeir jarðneskum líkama, upprís andlegur líkami. Veit henni drottin þína eilífu hvíld og látið eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Amen. Drottin blessi þig og varviti þig, drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottin vorn Jesú Krist. Amen.